Hér langar mig að segja ykkur frá því hvað lúpínan og fleira hefur mikil áhrif á trjávöxt. Ég byrja á því 88 að gróðursetja þarna, ef þú beinir vélinni þangað, þetta gráelri. Þetta voru gráelri plöntur sem voru svona litlar í pottum og kvæmið er frá Kvæfjord í Norður-Noregi á 68. breiddargráðu en þar var ég einu sinni í skóla. 1975-76 Statens Gartnerskole Rå á grunnkurs. Og þessar plöntur voru afgangs og það var ekkert hægt að gera meira við það, bara henda þeim og ég tók þar og setti þarna í nokkra torfur og þetta gráelri myndar svo mikið af rótarskotum að það fór að binda drulluna í kringu sig. Og áður en lúpínan kom þá sá maður bara villtan íslenska gróður mynda kraga utan þetta eins langt út á drulluna og gráelri ræturnar náðu. Hérna niður var svo drullutaumur sem að ekkert hélst við í fyrir en lúpínan kom og græddi það upp. Og svo sjáum við svolítið sérstakt fyrirbrigði hérna neðar og það er að þarna sjáum við fjallaþinn. Þið sjáum hvað hann er illa haldinn þó hann sé orðinn þetta stór. Já. Hann stendur þarna í mjög rýrum lyngmóa, það er mikið krækling hérna allavega og þessi fjallaþynnur er gróðursettur 92. Já. Og hann ætti að vera Aldeilis orðinn vöxtur. 5-6 metra hár, en næringarskorturinn er alger. Og eftir því sem að lúpínan færist nær þá verður breyting. Komið hérna og þarna niður frá sérðu alveg hlið við hlið gulan fjallaþinn í næringarsnöðunni lynginu en svo er allt í einu komin silfurblár fjallaþynnur sem rís upp með hraði þar sem að lúpínan er komin á honum. Okay. Er þetta sama Já, virki? þetta er allt gróðursett 92. Já, ok. Allt gróðursett 92. Það er svaka munur. Þetta sýnir að þegar lúpínan kemur að og umlykur trjástofninn að þá bara magnast gróðurinn upp með látum og það meiri segja mjög hratt. Hérna í brekkunni sem er meira og minna urð og grjót og eitthvað lyng og fleira var svo mikið skafl alltaf og enn, það myndast rosalegu skafl hérna þegar það eru snjóavetur og það eina sem ég datt í hug að sitja í þessa brekku var hérna blágrynni og fjallaþynnur. Blágrynnið er einstaklega þolið á snjóþyngsli og það óx nákvæmlega ekkert í áraraðir. Ekkert. Það er ennþá hægt að finna litla gula blágrynniplöntur þar sem engin lúpína er. En leið og lúpínan er komin í kringu blágrynnið þá byrjar það að þrútna og rísa upp og fá sinn eðlilega bláa lit. Já, þetta hérna er blágrynni gróðursett 92 og það er ennþá hérna án lúpínu og það er jafngamalt blágrynninu sem að þú snýr myndavélinni núna að í þessa átt. Þá sérðu hérna blágrynni sem er komið lúpínu og það rís mjög hratt upp við að fá næringuna. Og það gerist ekkert, blágrynnið er svona árum saman, 92 sinnum mínus 25. Hvað er það mörg ár? 33 ár. 33 ára bið og svo sjáum við eitt lítið blágrynni hérna sem er að verða eðlilega blátt af því lúpínan er farin að veita því næringu. Þetta eru svo mikla breytingar að þegar að fólk sér þetta þá held ég að það hætti öllu lúpínuhatri. Já. Allt þetta, öll þessi brekka var bara melur. Það var ekkert í henni nema einstaka mosaþumba. Og 94 var ég með ofboðslega duglega konu sem var garðyrkjunemi sem að pikkaði í þetta eins og taflborð. Birki voru hvítu reitirnir og siggælir voru svörtu reitirnir. Og hún setti þetta með reglulegu millibili alveg eins og í taflborði hérna í alla brekkuna, gróf upp og setti skít með hverja einustu plöntu og alla leið hérna niður. Þetta var bara melur. Næstu árina eftir skildi ég ekkert í því á hverju en allt birki smá saman hvarf. Svo fattaði ég það, auðvitað rjúpan búin að éta brumin á því. Rjúpan er ekki eins listug á eldri brumin
En ef að í harðbakka slær þá getur hún getið eldibrumi líka. Þannig að hérna hinum megin vex upp sitkaeldi. Það er eitt og eitt birki, það sést, það eru dekkri litirnir í þessu sem að hefur náð að lifa af. Þannig að þetta gat eldri. Lúpínan, hún kom miklu seinna. Þessi lúpína er bara búin að vera þarna í 15 ár. Og nú klárar hún að loka melnum og inn í lúpínuna spíra síðan upp allt það sem að fuglunum dettur í huga að skýta. Já. Fjallaþynur gróðursettur 1992 sem lítil bakkaplanta eins og allstaðar hérna annars staðar í brekkunni. Aldrei fengið neina næringu nema það sem þessi íslenski mói býður upp á. Hér er krækiling, mosi og bláber. Leið og lúpínan hérna umlykur svona plöntu, þá fyllir svona krafti og fær sín eðlilega silfurbláa lit. Og fyrir að rísa upp eins og þú séð hérna sumstaðar. Þú er eiginlega að snúa myndavélinni þangað núna. Þarna er fjallaþynur kominn með hérna lúpínu í kringu sig og farin að magnast upp. Og þessi fjallaþynir hérna stóru hérna neðst, þeir fengu lúpínu óvenju snemma af einhverjum ástæðum. Og svo er annað sem eykur líka næringar hérna aðgengi. Hér er borhola, þið sjáu hérna kassan. Það var borað eftir köldu vatni hérna og allur mulningurinn sem kom upp úr borholunni, honum var beint í einn straum í þessa átt. Og út úr mulningnum losnaði svo mikið næring að fjallaþynurinn varð strax stór þarna. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá, bara með því að mylja mölina, þá losnaði öll þessi næring úr og þynurinn óx hratt upp. Þessi þynur sýnir hvað fjallaþynurinn allstaðar hérna hefði getað verið orðinn stór. Já. Það er náttúrulega ótrúlegt að þetta sé hérna, það er náttúrulega magnað Þetta er jafn gamalt. Að þetta hérna Já. Og bara þetta hérna tré Já, sé jafn gamalt. Já. Það er, maður hefði jafnvel bara haldið þetta að vera eitthvað annað yrki eða eitthvað sko. Það er akkurat það. Ef að fólk vissi ekki Eða svona, þessi þá hér. myndi það halda því fram. Já, pínu litlar. Já. Hér á bakvið okkur er bergfura. Pínus uncinata, varrostrata, einhver blendingur sem er meira og minna margstofna, ekki einstofna nema ein og ein. Þessar furur voru svona litla furupluntur úr bökkum sem ég keypti á Tumastöðum held ég einhvern tíma 90-94. Og ég valdi þeim þennan stað hér og setti þær bókstaflega bara í svona mosaþúfur. Og greinilega verið heppinn með raka eftir það, rigningu og svoleiðis, þannig að það náði fótfestu. Það sem gerir bergfuruna svo sérstaka er alveg eins og með lerki að hún er með hjálparsvepp á rótunum. Og það er þessi sveppur sem olli því að hún náði fótfestu hér í þessu næringarsnauða jarðvegi. Sveppurinn hjálpar plöntunni með því að ná í næringu sem er þungleysanleg í þessum snauða jarðvegi og færir plöntunni og plantan gefur sveppnum sykur í staðinn. Þetta samstarf er alveg ótrúlega mikilvægt og er í rauninni held ég bara hjá öllum trjáplöntum. Margar trjáplöntur hafa sinn sérstaka rótasvepp, aðrar geta deilt rótasvepp með öðrum tegundum og þessi bergfura hér, hún sýnir hvers megnum bergfuran er í erfiðu landi og hún sýnir líka hvað bergfuran er þolin á rok og snjó. Já. Stafafuran getur það sama og það er hún sem sáir sér mest út hérna úr þeim reitum. Við finnum aðalega sjálfsagnar stafafuruplöntur
Ég er ekki enn búinn að finna neina sjálf svona bergfyrur en ég hef séð köngla á þeim. Það eru náttúrulega ágætlega hávaxnar miðað við að hann er engin lúpína þannig sem hér í kring sko. Það er akkurat það sem er sérstakt við förurnar. Þær þurfa enga lúpínu. Já. Bara enga. Er þetta sama... Lerki og furar þurfa enga hjálp frá lúpínu. En grenið og þynirnir, þau þurfa hjálp. Ef að landið er mjög erfitt og næringarsnett. Já. Elðið að sjálfsögðu þarf enga hjálp. Nei. Hérna erum við stödd á stað, þetta er kvos hérna sem liggur hérna niður í landslæginu. Þetta er gömul merki eftir suðvestur norðaustur sprungu hérna upp í þessum dalverpi sem leiðir svolítið vatn. En það hjálpar ekki blágrýninu mikið þó það sé lítið betur út hér, jafngamalt þessi sem ég sýndi ykkur upp í brekkuna áðan. Það hefur náð að vaxa betur upp en er ótrúlega gult vegna köfnunarefnis goss. Svo hérna til hliðar er allt í einu þyrpinga blágrýni sem er blá og þrifleg og bústin og fín. Og hver er skýringin á því? Jú, það er hérna rússalerki á bakvið og það hefur sýnt sig að lerki er mjög gagnlegur nágranni fyrir grenið. Það er eitthvað, lerkiræturnar eru með samstagssveppinn og eitthvað af þessu er að miðlast til blágrínisins í þessari grúpu. Það er eitthvað þarna sem er neðanjarðar að gerast. Lerkið hjálpar greninu. Og það sem að rússalerkið á bágt hérna á Suðurlandi og Vesturlandi í hafrauninni, þá er að gera að planta núna greni í lerkiskógana sem eru að eyðast vegna sveppavesins. Lerkið það lifnar hávetur og frís síðan, þetta er ekki nokkuð leið fyrir það að þola það. Og það eru ýmsir sveppir sem sækja lerkið út af þessu, það veikist við þetta veðurálag. En það er alveg ótrúlegt að sjá, svona stórt hefði allt blágrýni verið hérna niður úr og upp í brekku, hefði það notið, segjum, lerkisins sem nágranna á öllu svæðinu. Já. En þegar ég var að planta, þá datt mér ekki annað en í hug en að setja lerkið á efsta staðinn. Svo það væri síður að lenda í að lifna og snemma vorin. Já. En það hefur vaxið upp allavega hérna en mjög mikið af lerkinu er ónýtt og eftir því sem að árin líða, þess stærra sem lerki verður, rússalerkið, þess stærra sem það verður, þess meira þjáð verður það af þessari hafrænu sem kemur hérna á Suðurlandi. Og auðvitað bíðum við öll eftir því að fá lerkihrim sem að virðist vera ótrúlega gæfusam blanda fyrir okkur Sunnlendinga og Vestlendinga en gengur illa að fá plöntur af því að fræmyndunin er léleg hjá mæðrunum sem eru víxlaðar saman. Evrópulerki og rússalerki. Þegar við skoðum bergfyruna hérna ofan til að hún hefur fengið í sig furugremi sem er sveppur sem leggst á furunálarnar. Það standa svo þétt hérna að snjórinn liggur í þeim eins og mara í skaflinn og furugremið er einmitt verst þar sem að fururnar standa þétt saman og þar sem að snjórinn hleðst á þær og fer ekki strax. Ég man ekki hvað þetta er kallað í Noregi en ég er menntaður þar í bæði garðyrkjuskóla og háskóla og nú man ég nafnið. Norðmennirnir sögðu að skógafuran væri plöguð af einu sveppategund sem að vex í snjónum. Þegar snjórinn liggur á furunni upp í ákveðna hæð þá gat maður að sé hversu hátt upp sveppurinn skemmdi. Þessi sveppur heitir á norsku furuskutta
Furuskjütte. F-U-R-U-S-K-Y-T-T-E. Furuskjütte. Ég held ég muni það nafn 100%. Kannski það sama á furugremi, veit ekki. En bergfuran, hún virðist alveg lifa þetta af, standa býsna þétt og mér dettur ekki í hug að grísa hana. Nei. Ég vil leyfa henni að vera svona bara og ráða sínu ráðum sjálf. Þetta nóg í bili.